Finndu breytiþáttinn eða verð breytist úr 3.535 krónum í 4.556 krónur. Nú til þess að finna breytiþáttinn þá þarf ég að átta mig á hvor talan er gömul og hvor talan er ný. Gamla talan er 3.535 krónur af því að hún er að breytast talan úr þessari tölu yfir í þessa tölu hér sem er þá ný, 4.556 sem er þá nýja talan. Gamla talan, nýja talan. Ef ég tek nýju töluna og deili með gömlu þá fæ ég út breytiþáttinn í raun og veru. Og ef ég tek nýju töluna, 4.556 og deili með 3.535 þá fæ ég út 1,288. Þetta er þá breytiþátturinn, það er að segja ef ég margfalda 3.535 með þessum breytiþætti þá fæ ég þessa nýju tölu 4.556. Nú, það er meira sem að þessi tala gefur upp. Til dæmis ef ég væri beðinn að finna prósentubreytinguna á milli þessara tveggja talna þá get ég notað svipaða formúlu, nýja mínus gamla deilt með gamla, nýja mínus gamla deilt með gamla og margfalda það með 100. Pröfum að setja inn tölunar, nýja talan er þá 4.556 mínus gamla 3.535 og deilt með gamla 3.535. Það er svíi utan þessar tölur hérna fyrir ofan strik sem þýðir ég þarf að klára að reikna út þennan mismun og fæ þó út 1.021 króna. Hafðu í huga það er margfaldað hérna með 100 og það er ákveðin ástæða fyrir því. En ég komi þá með verðbreytinguna, hún er 1.021 króna og ef ég deili með gömlu tölunni þá fæ ég út 0,28882 og ef ég margfalda hana með 100 þá fæ ég út 28,882% prósentubreyting. Þessi tala hér er í raun og veru sama talan og hér. Ef við draugum 1 frá og margfaldum með 100 þá er breytiþátturinn og prósentubreytingin sami hluturinn.